Góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig hefur það, Óskar? Bara þokkalegt, sko. Já, hvernig hefur það á þessum blessaða miðvikudegi það sem við erum að taka þáttinn upp? Bara þokkalegur, sko. Já. Við erum alltaf fórum á rúndin rétt að. Já, við fórum á rúndin. Og búum með allt sem við ætlum að segja. Já, við þurfum áttum að taka þáttinn í bílnum. Það er látt að gera það bara. Já. En það eru bara verst að það eru aðrir sem gera það. Já, Það er nokkla. svolítið mikið að stela hugmyndinni frá öðrum. Já, svolítið mikið. Við erum ekki þar. Nei, við erum ekki eins og allir hinir. Nei, við erum nefnilega tveir loðnir og Já. við erum bara við. Algjörlega. Við erum með okkar þeng. Algjörlega, sko. Hvernig, fyrir ekki, ég grif fram í fyrir þér. Ekki smál, skilur. Hvernig er vikaðin búin að vera? Hvernig vika mér búin að vera? Já, Ég er bara mannaði ekki, sko. manstu það ekki? Nei, með minnisleysi. Já, hvað gerður þú í gær? Ég veit að ég vann í gær. Já, Í vinnunni. þú vannst ekki vinning. Nei, ekkert svoleiðis. Nei. Ég var að vinna í gær. Já. Og þegar ég var búin að vinna þá var ég bara heima að horfa á sjónvarpið, sko. Þetta er eiginlega bara búið að vera svoleiðis vika, held ég. Eintóm sjónvarpsvika. Já. Á mánudaginn gerði ég svipa. Já. Heyrðu, já. Mm. Hvernig læt ég? Ég var í bústað helgina Já. með vinnufélagum mínum. Hvernig var? Það var bara heldur skemmtilegt, sko. Allt Við- í góðu, já. Við fórum einhverstaðar rétt á Laugavatni. Já, Sá gamla skólaðinn og nákvæmlega. sagði þeim að hei, strókar, gæinn sem er með mér í 2 lánum, hann var í þessu skóla og þeir bara frábært. Já, Held áfram. þeir eru svona áhugasamur mitt fyrra líf. Nákvæmlega, bara Mína baksögu. já, ég er reynd Mitt origin. að segja það og síðan var ég alltaf að reyna að spila 2 lána í bústanum og það vildi enginn Vildi enginn hlusta? Nei, bara hlusta bara Fyrir ekki, Óskar. á lagi í byrjun og svo bara búið. Vildi bara enginn hlusta þáttinn? Nei, sorry, það bara var Þú endaði þannig. veist að þvinga bara teipa þá niður og leifa þeim að hlusta á þáttin okkar. Já, Þetta er náttúrulega einn besti þáttur sem hefur verið skapaður. já, ég held það sé þannig tilfelli núna allavega. Já. Og síðan börsið frá því fórum við í pottinn og Og hlustu á tólana? já, Já, nákvæmlega. og svo kom eitt gæi og styrtaði hellinga bjór ofan í pottinn, sagði að dósum skýrur. Já. Og svo komum við meira, tók svona ágætis bjórdós bara, Já, neldinni eða ég skal segja ætlaði neglinni í pottinn, já. en dósin flög beint á hausinn á mér og ég bara fekk stóra kúlu, sko. Nei. Jú, og dósin var sko bara vel beigluð, sko. Opnaðist ekki en hún var vel beigluð, sko. Já, eftir hausinn þinn. Já, ég segi það, sko. Já, það er aldrei liss. Og ég er ennþá pínu aumur í kúlunni, sko. En kúlunni næstuði farin. Já, á hausnum maður. Já. Þess vegna er ég með minnisleysi. Nákvæmlega, þetta er svona erfitt að koma upp til þín. Já, þetta er svona Þetta er svolítið þannig. En þú veist, þetta var bara bústaður, drikja, læti, grillmatur, rosa gaman. Já, Engin með COVID og allt í gúti. bara allt í guti, sko. Já. Nákvæmlega, sko. En hvernig var vikan þér? Takk fyrir að spyrja, Óskar. Ekki málið, ég sá það í augunum þar. Augunum ég segi bara, ætlar ekki að spyrja mig? Bara. Það er svo sem ekkert merkilegt sem var að gerast til mér. Nei, hann átti að stutt síðan við hittum síðast. Já. Bara bylni maður. Helgin mín var bara, ég var að vinna í podcastinu og vinna í öðru, svo spilaði einhverja tölvuleiki. Já. Og ég fór í Transformation. Já, Já. glind að segja frá því. Ég er með Mullet. Hann er með möllet. Ég er með Mullet. Og Og svo er ég með Indisvara móti. þú ert með rosalega matið. Já. Bara fer vel í þessu mánu. Já. Ég bara mun halda tónleika á næstunni. Já, Lögum lífið. við vorum búin að tala um að þú ert í Metallica. Já. Já. Við vorum búin að tala um það. Og Nákvæmlega. það vita það allir. Það veit það náttúrulega allir. Ég var hérna í hotninu í Egilshöll Já, þegar þeir voru að spila síðast. Þar stóð ég í hotninu og ég spilaði á þríhyrning. nákvæmlega. Já. Því að það sem glöggir aðdandur vita þá, þú veist, heyrir svona kling alltaf í löguna þeirra. Já, ég sérstaklega Nothing Else Matters. Kling matters. Nákvæmlega og tímasetningin þurfti að vera hár nákvæm. Já. Og ég og James McAvoy Heathfield Hesford Silt James McElhoff. James McElhoff
vorum náttúrulega mjög góði vinnir og ég spurði bara, hey, how did you do beard, you know? Og hann sagði bara, I just like put just rake it I rake it, just leave the, you know, from mouth and down, just leave that there and take the chin off. Take off the chin and put it in the water and boil it for 20 seconds. But you can also take a, you know, horseshoe. I was like, James, you know, horses don't wear shoes. No, he's like the iron thing, you know. Yes. And put it against your mouth and shave all around it. Náttúrulega engin veit þetta er einkahúmor, en akkur hljómar James Hetfield alltaf eins og Gene Simmons. Þeir eru bara sami maðurinn. Þeir búa lið við lið. Já, hlaut að vera. Já, ég gerði þetta og núna lít ég náttúrulega kynþokkafullir út. Já, þú ert mjög sexy, sko. Og ég ákvað að fara í skyrtu í tilefni dagsins. Bara mega flott outfit og náttúrulega mikrofóninn, hann er bara rosalegur, sko. Já, ég keypti hann bara fyrir daginn í dag og ég mun aldrei nota hann síðan aftur. Þetta er bara svoleiðis. Þetta er bara þannig rúllu við. Nei, þetta er mikrofón sem ég gaf kærustinu minni í afmælisgjöf fyrir nokkrum árum. Já. Og hann er þokkalega mikið notaður. Hann er flottur, sko. Hann er flottur. En nóg um það. Þú gerir eitthvað meiri í vikunni, eða ekki? Nei. Hvað töluleiki varst að spila? Ég spilaði Counter-Strike. Og Warzone, eða? Nei. Ok, þá þarf ég ekki að vera sárið í. Nei, ég var í bústað, hvort þeir. Þú varst í bústað. Ég bara spilaði einhverja leiki og var bara kósi. Og svo náttúrulega núna mikið að gera í vinnunni, þá mála all gólfið niður og lagar hjá mér og Hvernig, hvaða lit? Ég held ég fá ekki að velja. Ég var örugglega bara grár eins og alltaf á lager. Já, örugglega. Fallega lager grár, sko. Fallega lager. Hvernig viltu mála íbúðana þína? Ég var til hérna í lager gráan. Já, lager gráan. Það er samt frekar flott svona grátt og appelsínugult. Já, en gólfið okkar er ekki grátt. Nei, það er svona flísalagt. Það er, já. Það er speslítur. Hvernig litur er þetta, Óskar? Þetta er svona andlitslitaður litur. Já. Húðlitaður flísar. Já. En og aftur þá erum við náttúrulega með talhólf 792-2025 og ef þú hefur áhuga að skilja þetta skilaboð og segja okkur frá deginuðinum, segja okkur sögu, segja okkur frá vandamálum. Nákvæmlega. Og ég og Óskar og ég Kristbergur og Óskar. Já, við leysum vandamál. Öll vandamál. Og við höfum leyst heimsins vandamál. Með þess að heimsins valdamestu menn eins og Magnús Ver Magnússon. Já. Hann á til að heyri okkur. Algjörlega annarkvæmt dag bara. Senda okkur skilaboð, bara heyri strákar, hvernig leysi ég málið? Og við bara málið leyst. Akkurat, það tekur bara 2 sekundur og búið. Þetta er bara easy peasy, sko. Algjör snill, sko. En við erum í talvólf og ég var að hlusta á talvólf okkar. Hlustum á talvólið í 792-2025. Þú hefur náð samband við 2 lóðana og vinsamlegast skildu eftir skilaboð fyrir okkur. Kristó, ertu ekki að grínast? Ég ætla að sáttu við skeifuna þína. Ég veit að það getur verið kannski erfitt fyrir annað fólk, en ég ætla bara að klappa á bakið. Þetta er móttumars og maður að láta sjást. Hörru, góðan dag. Þetta var magnað. Takk fyrir þetta. Magnaðan vissi að ég væri með skeifu og þannig að þátturinn kom í loftið. Ég bara vissi ekki að við værum í beinni í útsendingu, sko. Það er bara, við eigum bara, þetta er góðu verið minn hins vegar, ég sendi snapp. Já, svoleiðis. Já, þetta er ekki frumsvinning, sko. Nei. Já, takk fyrir það. Og þetta er erfitt líf að vera með. Vera öðruvísi en hinnir. Já. Og vera með svona maskulín skegg. Akkurat, og bara takk fyrir að hrósa Kristbergi fyrir hönd okkar allra. Já. Næsta. Já. Já, ég ætlaði bara að segja Tóta Gíraffa. Tóta Gíraffa. Já. Það er verkefni, sko. Eru þeir með stóran lim? Já.
Já, ég bara veit það ekki. Ég hef aldrei séð tippi á gíraffa sko. Nei. Hins vegar sá ég einu svona vídeo af gíraffa að vera skrýtin við ljósastöri eða eitthvað. Já, Það var mjög óþægilegt sko. akkur ertu að horfa á það? Nei, þetta var bara svona eitthvað svona Já, sem rúlaði já, í skrollinu sko. Já. Rúlaði í skrollinu. Já. Allt í lagi, Óskar minn. Allt í lagi. Þetta er öruggt svæði. Er það? Já, þetta er öruggt svæði. Þú mátt tala þín vandamál. Þetta var bara dýralífssýning Já. og svo kom þetta bara. Já. Ég held að það væri örugsvæði. Já, ég er ekki að dæma þig. Ég er bara næstu búin að taka allt system úr sambandi sko. Já, slakaði á. Næsta. Hlust á næsta. Næsta, please. Já, þessi spurning er tilætluð hérna húnum Óskari. Ég sé að hérna streymisveitun ykkar að þú ert stundum í svona helvíti fallegum Jóhann Rönningból. Og núna hef ég farið svona ítrekað í Vestlunni hefur Jóhann Rönning og byrja annan ból. Þegar maður auðvitað fær að vinna í þessu, það sem maður starfa við þetta. En þið viljið ekkert gefa þetta lengur. Hvað? Eru hættir það? Eru kannski að fara að skipta nafn? Hvað er í gangi? Þú voru að fara að ræða við kallana. Slá yfirmennu aðeins utan þetta og segjum að við viljum bóla í sko. Það er svo þægilt að sitna í þessu. Það leggst svo stumbun á manni og var svona og svo verið að knúsa mann sko. Geggjaði bólir. Og kannski redda mér einu myndi borðið. Einu svona góðan ból. Já. Ég var alveg helviti satt með það sko. Já, er það ekki? Bólir. Bólir. Já, hvað er þetta, Óskar? Hún er langar í Jóhann Rönningból. Jóhann Rönningból, já. Ég myndi bara hafa saman til yfirmanninn og spyrja hvort það megi fá vinnu bara. Já, fær maður bara þá bóli. Þá færðu frían ból sko. Voru það einhvern tímann að gefa bóli eða? Við erum að gefa bóli sko. Þeir eru bara líklega spúnir og bara þeir hljóta að koma. Ég skal fara í málið og heimta fleiri bóli fyrir viðskiptavinni. Já. Hins vegar er náttúrulega ennþá betri hugmynd sem ég er með bara akkurat núna. 2 loðnibólur. 2 loðnibólarnir munu einhvern tímann koma, einhvern tímann. Ég er ekki skóður í þessum auglýsingabransa eins og þú sko. Byrja þetta. Já, 2 loðnibólir munu einn daginn koma, kannski ekki, en það var góð hugmynd. Þeir verða appelsínugulir, þeir verða með hvítt logo og... Nei, ég vil ekki að það sé appelsínugulir. Viltu ekki hafa bólun appelsínugula? Nei. What? Ég var til að hafa svarta bóli með appelsínugulu logói. Já, þú meinar. En þetta, við tökum þetta á skipulagsfundi. Já, þetta var þetta núna sko. Já, það er hættulegt að brainstorma allt í hennu með infomercial tónlist. Já, það er það. Maður kveikir tónlistin og maður fer að tala og þá allir bara kemur eitthvað. Ja. En ég var gaman einhvern tímann í framtíðinni að vera með 2 loðnabóli. Þá skulum við endilega gefa þér þannig ból. Algjörlega. Þegar í framtíðinni. Já. Næsta. Já. Heyrðu, ég sá ykkur inn á TikTok og mér langar bara að spyrja ykkur, hvað eru þið að gera í þessu félagi? Bara svona verða fyrir. En ok, bye. 2 loðnir í félagið. Velkomin í 2 loðna félagið. Það sem félagið gerir er að veita ánægju efni handa félagsmönnum. Í félaginu 2 loðnir. Skráning hefst 24. mars í 2 loðna. Og þá meinum við sjálfsögðu Spotify og... Nei, við erum ekki félag. Nei, þú meinar. Því miður, Óskar, þá erum við ekki félag. En eru við samfélag? Nei, já. Við erum að skapa samfélag hér og nú. Við erum að skapa samfélag. Akkurat. 2 loðnir er hlaðvarp. Já. Podcast, vídeopodcast einnig og við förum bráðum að þetta inn á YouTube. Er það ekki? Jú. Ég held að það sé sniðugt sko. Annars erum við með Facebook og öll okkar hlaðvörp eru þar. Og Spotify náttúrulega allstaðar. Spotify, Google, iTunes svona, og
Pocketcast eitthvað hana. Bara Við sem erum þú á vilt, helstu sko. stöðum og við erum bara podcast, nákvæmlega. hlaðvarp. Já. Næsta? Nei, ég heldur að sé hitt. Sorry. Nei, við vorum hérna. Ég held það. Shit, maður. Já. Það er festudagur. Ég er að segja ykkur strákar. Ég er að koma frá Reykjavík. Ég er að keyra hérna á Selfoss. Ég var að fá út á helviti Svinsbrún hjá mér. Kattin náði því! Woo! Gjörlega. Pissfullur í kvöld. Later! Hey, til hamingju. Já. Til hamingju með það og bara vel gert. Rosalega vel gert. Bara ánægilegt að heyra og takk fyrir að deila þessu með okkur Nákvæmlega. og bara takk fyrir og ég vona að allt gangi bara í hæginn Algjörlega. enda ertu handlægin. Næsta. Halló, Hæ. ég er bara komin til þess að spyrja þér að ringi ykkur. Ég ætla að spyrja. Hverjir eru það actually samt? Ég er að followa ykkur inn á TikTok. Vel gert. Já. Skilu hverjir til alla hana. Bye. Hverjir erum við eiginlega, Óskar? Það er svolítið góð spurning, sko. Við erum ekki félag. Við erum ekki félag. Nei. Við erum smá samfélag. Við erum smá samfélag. Og Hver er þú, Óskar? Hver er Óskar Heiðar Hansson? það er nú góð spurning. Hérna, þetta kom kannski eitthvað í fyrsta sæti, en ég er harkinn að kissa aðdáðandi. Ég er úr Fljótshlíðinni. Ég er að vinna hjá Jóhann Rönning, sem er svona fyrirtæki fyrir rafvirkja, selja alls konar dót. Ég bý í Reykjavík. Ég á vini. Mér finnst gaman að ferðast. Já, það er Óskar Heiðar Hansson. En þú veist, hver er ég? Ég er ekki búin að, ég sátt að segja að ég er ekki búin að finna mig ennþá. Já, Held ég. þú ert ennþá týndur hana í þokunni. Ég er ennþá týndur í þokunni. Ég var eðislega konu Já. og alls konar. Ég, Óskar, Já, hver er Kristbergur? hver er Kristbrugur er það sem hann vill vera. Nákvæmlega. Og hvað er það? Það er alltaf skemmtilega. Já, Já, það er bara hafa gaman og hlæja og svona vera hlaðbari. Já, nákvæmlega. Vera hlaðbari og Vaksa hár á græsið. vaksa hár á grasið og bara hafa gaman. Bara nummer 1, 2 og 3. Það er enda bottom line, bara lífið er svo stutt. Akkur ekki hafa gaman bara þannig til það er búið. Það er alveg, já. Ef við getum alveg farið djúpt með þetta líka. Já, En þetta er bara nummer 1, 2 og 3, hafa gaman. algjörlega. Annars erum bara, overall, erum við hlaðvarp. Já, Við erum hlaðvarp og erum að reyna að setja eitthvað skemmtilegt efni á TikTok, Já. bara fyrir ykkur til að njóta. já, Og- njóta, hlæja, hafa gaman. Alveg, Sjá þetta. Like it. Já, það er bara nummer 1, 2 og 3. En við, Óskar, við erum ekkert komnir hingað til að tala um það. Að hafa gaman. Já, við erum að tala um mjög stórmerkilegan hlut. Vá, Það er, ég trúi því ekki. við erum að fara að tala hérna um pólitík. Já, Pólitík. pólóbóli. Pólóbóli. Pólitík eru mannskjur sem er í pólóbólum. Já. Og eru algjörar tíkur. Það er bara svoleiðis. Já, það er bara þannig. Hvernig- Það er pólitík. Hvernig eru pólóbólir að þér? Er það svona með hálskrafa? Það er svona eins og skyrta og svo fer það allar hingað Já, er það svona pólóbólur? og svo er það bara bólur Magna. og þetta er ofta svona í svolítið svona þykku efni og fannað af Pólo Pólsen. Já, Pólo Pólsen hann frá Pólandi. Já, Pólo Pólsen hann hafði fyrsta pólóbólin. Hann sagðist, ég nenn ekki skyrtu þannig að hann gerði pólóból. Bara mjög sniðu gæi, sko. Já, flottur gæi. Já. Flottur gæi. Og þessi gæi var einmitt að bjóða sig fram með framsókn. Er það? Já. Framsóknar... Svo, sko, ekkert hans, sko, sonur hans. Þannig að barna hans.
Já, Baldur Stef. Já, Baldur Stef, nákvæmlega frægur fjölmiðlamaður hjá Ríkissjónvarpinu Já, Já. í færi. í Færeyjum þar sem að hann fór einmitt með frétta umfjölluna þvambur í dambur og gerði það bara mjög, mjög vel. Virkilega flott máltæk, sko. Já, bara þessi frétt, þetta var æðisleg frétt og ég er svo ánægður að hann er að bjóða sig fram í flokk framandi manna. Já, Já, einmitt nákvæmlega. og það er bara æðislegt að heyra. Með frá. Þetta er bara besti gæinn sem ég veit um. Það er alveg flott að hann flyttir til Ísland. Hann líka kláraði þríþraut bara 3 sinnum og keppti fyrir hönd Ólympíu manna á Surtseyjum. Tók hann þríhetningin og allt. Hann kastaði vellinum þvert yfir höndina. Hæ, kastaði hann vellinum? Nákvæmlega. Wow. Já. Þetta er magna. Og hann gerði það bara ekki, það er ekki eina sem hann gerði. Hann fór líka á vetrarólympíuleikana 2025. Já. Ég held að fólk sé svo alveg bara, hvað er þeir að segja? Nei, við erum að fara að tala um pólitík. Við, Óskar, Já. þú ert þekktur pólitíkus á Suðurlandi. Já. Ég sótti að vera með í frambúði. Já, með í frambúði. Það er nákvæmlega þannig. Vestri fórstu bara á fundin, Óskar, fórstu á fundin fyrir ekki, má ég vera með? Og það er bara, ég heiti Óskar Eðransson, bara long time supporter hérna. Nákvæmlega. Má ég vera með? Já, Óskar, þú máttu vera með. Bara já, skellt þér á lista. Já, svona eins og borgarstjóra. Ég get þetta ekki. Borgarstjóra listan sem þú varst í. Já, borgarstjóra listin Borg Óttans. Er þetta erfið? Þetta er erfitt. Já. Nei. Nei, ekki séns. Nei, þú ert með þína skoðanir á pólitík, Óskar. Já. Alla skoðanina, sko. Hvenær byrjar þú að hafa áhuga á pólitík? Það byrjaði bara í grunnskóla þegar vinur minn. Djöfulsins kjaftæði er það. Nei, hlustaðu nú á. Ég var með Ragnar vin okkar. Já. Og hann var alltaf að tala við mig um pólitík. Já. Og ég var bara, wow, þetta er sko eitthvað sem ég hef áhuga á. Þannig ég fór bara að kynna mér þetta í framhaldsskóla og síðan þá hef ég alltaf verið bara rosalega mikil stuðningsmaður Keisara í Æsland. Já, ég trúður ekki neitt. Nei, ok. Ég veit að þú ert stuðningsmaður Kiss Army Æsland og ert diggur aðdáandi þar, en það er ekki í pólitík. Er það ekki pólitík? Nei. Það ætti að vera það samt. Hvað ætla að heita bara Kiss-flokkurinn? Hvað myndir bara... og hvað myndir þú vilja standa fyrir, Óskar? Hvað myndir Kiss-flokkurinn standa fyrir á Alþingi? Hvað myndir vilja koma framfæri? Heyrið, smástopp. Heyrið suð. Hættum leið og þú. Ok. Hvað myndi ég vilja koma framfæri? Bara minnka við fátækt, leyfa fólki að fá aðeins betri pening til alla sem þurfa að skýra og við myndum láta Kiss FM actually spila Kiss-lög. Ég hef aldrei heyrt Kiss FM spila Kiss-lög. Það er pínu kjánalegt að heita Kiss FM og spila ekki Kiss-lög. Já, en fyrir ekki að stoppa hana. Kiss FM heitir Kiss FM bara örugglega korsinum Kiss, ekki hljómsveitinni Kiss. Það er bara kjánalegt, sko. Nei. Mér er það mjög kjánalegt. Ok, það er bara þú það. Já. Já, ok, koma vekk fyrir fátækt og hærri laun. Já, og íta frá spillingu. Samt alveg leifana bara ítinni frá aðeins. Já, og fara með einhvert annað. Já, bara í færiðar. Já, og
ég veit ekki, það var í margt, þú veist tígristýr í húsdýragarðin og breyta húsdýragarðinum í svona safari þannig dýrin væri bara laus þú í búri Já, og já ég myndi vilja reyndar það er eitt sem ég hef langað mjög lengi, það er svona innanhús vatnsrennibrautargarður Já, og það myndi náttúrulega hjálpa öllum á landinu til að líða betur. þetta myndi KISS-flokkurinn gera. Verður ekki sko, ekki ef að ég myndi eða þú veist, ef ég fengi Já. að ráða Já, já, en ég myndi ekki fá að ráða. nei. Þetta er, já, þetta er áhugaverða skoðanir það. Ertu kannski að spyrja mig bara hvaða breytinga mig langar í? Já, Já, ok. já, hvað myndir KISS-flokkurinn, Óskar? Bara þú ert hérna í fyrsta sæti, flokkur KISS, en hvað myndir heita? KISS-flokkurinn, Já, XK, flokkur Kossins. flokkur Kossins. Það er svolítið töff reynda. Ok, þið eru hérna að bjóða okkur fram hérna, búin að stofna nýjan flokk, allir í KISS Army Æsland. Við erum alltaf fjöldamörg, 800 manns. Já. Bara í dag, bara Já, til hamingju. takk. Bara vel gert. Takk. Þú ert búin að stofna hérna til alþingisflokk og ætlar að koma á alþingi og bara í Suðurkjördæmi. Hvernig myndirðu ná fólkinu til að kjósa ykkur? Hvaða breytingar myndir þú vilja í kerfið á Íslandi? Sko, málið er að ég er þokkalega sáttur. Já, Ég kýs að vera svolítið svona ignorant já. og bara go with the flow. En eins og loftslagsbreytingar. Já eða nei. Myndirðu vilja Já, algjörlega. bara viltu loftslagsbreytingar eða aðgerði gegn loftslagsáhrifum á Íslandi eða eitthvað? Já. Myndirðu vilja setja peningi í það? Já, algjörlega sko. Ok. Þú veist eins og ég persónulega sjálfur. Mig langar rosalega mikið að pröfa að losa mig við bílinn og vera bara fara á hlaupahjólum og strætó og borgarlínu sem kemur einhvern tímann og það myndi spara mig pening, það myndi spara þig pening og síðan þú veist ef þú myndir vilja fara í ferðalag þá bara gætur þú leikti bíl. Já, sko þetta er, auðvitað maður hefur alltaf skoðanir og allt sem manni langar að gera og það eru flokkar á alþingi sem eru að vinna að því að koma þínu áframfæri. Er það sant? Já. Ég hef aldrei séð það. Nei, það tekur ógeðslega langan tíma af því að þau rífast ógeðslega mikið. Af hverju er það að rífast? Já, því að það er ekki allir sammála. Af hverju ekki? Ok, segjum að ég á fullt af peningum og er moldríkur og vill auðvitað að ég hafi það best. Ég kýs þennan flokk sem er að representa mig. Já. Sem bara flokkur. Þeir eru að sækjast eftir að hafa ríka menn eða styðja þá, bla bla bla. Og svo höfum við hinn bógin, bara fátækum fólkið sem eru þetta að berjast fyrir sínum réttindum og vilja fá betri kjör og reyna að líða betur. Já. Og svo bara segir flokkurinn, hérna ríkiflokkurinn, segir bara, við við viljum borga minni skatt og þið bara borgið meiri skatt. Sem er bara mjög sanngjarnt. Nákvæmlega. En þá segir fátækafólkið bara, ég er ekki sammála því. Og svo reyna þau í 2-3 ár að komast að samkomulagi. Já. Og að því það eru mörg mál tekin fyrir. Stundum þurfa þau þetta að vinna í málum sem krefst strax athugunar, til dæmis COVID. Einmitt. Og það þurfti bara að vinna í því strax. Nákvæmlega. Þannig að núna er eflaust mikið verið að vinna í því. Já, og sennilega ekkert mikið öðru eins og er. Nei, það er bara erfitt. Já. Og hver flokkur er með einhverja yfirlýsingu þar sem þeir vilja koma á framfæri og laga. Og maður á að kjósa það sem mann þykir bestur. Já. Nákvæmlega. Ég mitt held að með minnir að ég hef síðast kosið flokk fólksins eða eitthvað svoleiðis. Já. Því að
ég man ekki eins og ég segi, ég er rosalega ignorant þegar kemur að þessu Já, en mér minnir að þegar ég var að kynna mér þetta þá voru þið eitthvað að tala að hjálpa þeim sem að eiga mest erfitt nákvæmlega. ég er í þokkulegum málum en ég veit að það er fólk sem að á erfitt Já, og það má alveg hjálpa því sko. já, auðvitað. Og maður á að kjósa bara það sem þú trúir á eitthvað, skilurðu. Já. Talandi trú, tölum það í síðasta þetta. mæli mig að hlusta á þann Þetta er bara þannig. En hvað fleira myndi KISS-flokkurinn gera? þú setur mér í svo erfiða stöðu Já, velkomin í púlsinn hjá með Kristbergi. Herru, erum við bara að tala um djók eða erum við að tala um eitthvað svona Actual, bara það sem Óskari langar að breyta í landinu. Ef að þú væri bara í viku, bara Óskar, þú þarft að leysa öll vandamál Íslands á einu bretti á einni viku wow. bara koma upp með hugmyndir, hvað myndir gera? bara snappaðu finger þá myndi ég þú veist mér myndi finnast gaman að sjá Reykjavík aðeins svona snirtilegri Já. hún er farin að verða svolítið skítug En sko, þú mátt ekki alveg fókus á þú ert ekki að fara í bæjarstjórn sko. Við erum að tala um all landið er ég svona hrár að finnast bara allt svona good enough Nei, það má alveg segja það er alveg eðlilegt en þú veist ég var til í að bara til í að þú veist ekki endilega hækka laun hjá fólki ég er svona pælt í þessu ekki hækka endilega laun en bara minnka kostnað á nánast bara basically öllu hinu Já. þú veist ráftækjum, mat, bensín blabidi, blúbidi Já. og svo leiðis Já. Það er alveg hægt að gera það lækka bara góða summu sko bara... til dæmis gætum hætt með virðisaukaskatt Já. En þá lendum við aftur í smá dilemma það var held ég nú bara veit ég það ekki ég þekki það ekki nógu vel Nei. Það er eiginlega engin virðisaukaskattur á fötum okay. Þannig að það er ekki sett on á hann 24%, ég man ekki hvað það var alveg talaði það Já, og þú þarft ekki að þú pantar föt á netinu og færða sendt heimtíðin þá þarft held ég ekki borga virðisaukaskatt bara sendi ekki gælt Já, og það er ekki droslega dýrt að kaupa föt á netinu En málið er líka það segjum að við tökum hennar skatt af raftækjum tökum hérna 24% bara af öllum raftækjum Já. Af hverju myndi ég bara, ef ég ætti raftækjaverslun ég myndi bara hækka allt 24% þá er það bara sama verði Já. Af hverju ætti ég að lækka mig hvað það er náttúrulega ekki það mikil samkeppni á þessu markaði raftækjamarkaðinum Já. það er svo rétt sko og þau eru öll bara voða svipuð það er kannski hvað, Orson, Elko heimilistæki og þetta eru helstu raftækjaverslanir bara landsins, fyrir utan tölvutek og tölvulistan og þau, það eru svona meira nýtt með á tölvur en eins og allar að kaupa sjónvarp Já, ég bara man eftir sko ég sá eitthvað sjónvarpinn á Íslandi 350 skall eða eitthvað síðan sá ég sá sama sjónvarpspengistar í útlöndum og þá var það alveg sko nánast 200.000 minna sko Já, í verði en það leggst líka á það skattar, sendingagjöld tollar og allt það og svo ofan að það er starfsmanna upphjald Já. Það kostar náttúrulega að hafa starfsmenn í vinnu Já. Þannig að kannski eru þeir ekkert að okra það mikið, við vitum það ekki, ég veit það ekki. Nei, það er svona mikið að segja það sko. Ég er ekki raftækja kallinn sko. Þú ræður ekki í rammanni. Nei. Það er bara Jóhann Rönning. Það er bara Jóhann Rönning sem er talandi Jóhann Rönning. Já. Hann er að bjóða sig fram í flokk götunar. Já, hann ætlar að snjallvæða alla götur. Hann ætlar að snjallvæða alla götur og hann er, sko, flokkur götunar er flokkurinn sem á að styðja. Já, hvernig þá? Þeir eru með flott frumkvæði með snjallvæðingu á landsvísu. Þar á meðal 5G
Já, þeir vilja einleiða 5G sem fyrst á landsvísu það verður geggjað. og þeir ætla að byrja á hálendum. Já, Já, wow. já, og þú spyrir mig af hverju, af því að þeir hverju, eru að hugsa um að virkja snjóin þannig til að búa til rafmagn. Þeir ætla að nota sólina til að bræða snjóin, Já, til að búa til vassrensli, til þess að knýja rafal til að búa til rafmagn. Þannig að vera svona hús með svona hjólum, Já, eins og í gamla dag. en já, bara alveg eins og í gamla daga. Og þannig búa þeir rafmagni til að gera 5G. Wow. Náttúrulega 5G er bara bylting. Það er bara G. G. Já. Já, og þessi 5G, þetta er bara næsta revolúsjóner. Það er miklu betra að hafa 5 heldur en 4, sko. Það er, því fleiri G, því betra. Nákvæmlega. Ég veit ekki okkur, konum með 6G eða eitthvað. Já. Já. Þú bæti bara einu G við, það er bara, kannski er þetta 5GG. Líka í bringustærð. Þá er það miklu... Já, í bringustærðinni. Já. Náttúrulega Jóhann Rönning var þekktur fyrir bringusundið í gamla daga. Já, Hann nákvæmlega. var flottur í sundkennslinni og kennarinn þeir voru mjög ekki bara ánað með Jóhann Rönning og hann er að fá mikið lof frá kennarasambandi Íslands. Já, var þetta ekki Jóhann Rönning sá 10. eða eitthvað? Jú, Það er sá 10. Það er alveg búið að vera svo lengi í gangi, sko. Þeir eru búin að vera þó nokkuð lengi í gangi, þessi Jóhann Rönningar. Já. En nóg um það. Já. Ég skoða rosalega mikið alþingi. Já, Ég bara er það? ég lappa þarna í ringin í kringum húsið og er bara og virði fyrir mér, já, Þarna er gáða fólki í landinu. þarna, nei. Já, þetta segir sér vitlaus. Það er ekki allir gáðaðir. Bitu. Ég er stórlega móðgæður hérna. Já, eins og Sigga Kling, Já. sem er fyrir Flokk fólksins. Já. Hún er bara snillingur. Já, og það sem er svo skemmtilegt með hana er að hún lítur út eins og Gene Simmons ef að Gene Simmons var í kona. Já. Já, þetta var fun fact of the day. Nei, ég var alveg pælt fyrir mér bara hvernig alþingi virkar. Já. Og svona lýðræði. Og hvernig virkar það? Lýðræði, Nei, bara alþingi. alþingi, það virkar þannig að það er svona salur með fullt af sætum Já. og hjá hverju sæti eru takkar. Já. Já, nei, og svo ég held þessi þriði takki eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir. Bara vil ekki svara eitthvað. Já, eitthvað þannig. Ég held ég að koma að inni einu sinni. Og þá segir kemur frumvarp og þá varpa þeir fruminu og þá fer ykkur hann upp og talar um eitthvað og bara hérna lögleiðingu á 5G og allir bara og hann kemur með eitthvað og segir einhverja ræðu og svo er svo ríkistjórn meiri hluti sem er hana og svo er hinn ríkistjórnin vondi hlutin Darth Vader og Palpatine og þeir allir. nákvæmlega Já, make sense. og þeir eru oft sko í stríði þannig inn á alþingi Já, Keisaraveldið og hérna reflandir. já og ríkisstjórnin er að koma með eitthvað hugmynd og ríkisstjórnin er myndið af 2 eða fleirum flokkum getur verið 3 flokkar saman í ríkisstjórn. Já, það er svo leiðis. Já, og það þarf að mynda ríkisstjórn. Já. Og flokkarnir flokka sér saman. Bara, hérna vilt þú vera með mér í liði? Og þeir bara, nei, þú ert bara með astnalega skoðanir. Bara, ok, þá farið það næsta. Vilt þú vera með mér í liði? Og þeir, já. Við erum sammála með þetta hérna og við gerum þetta og þá mynda þau bara, ef ég fæ að vera þessi ráðherra og þú fær að vera þessi ráðherra og svo leiðis þá bara myndum við bara saman ríkisstjórn. Nei, mitt. Og þeir mynda saman svona stjórn. En þau geta samt verið með sko að móti hvort öðru. Þráttur að vera saman í liði. Nákvæmlega. Ok. Að því að það eru, ég held að þú þarft að kjósa sko, allir ídóni á nei kannski takkan og þeir geta alveg satt bara nei og bara segjum að þú ert í KISS-flokknum og ég er í hinn flokknum og við erum saman í liði þú segir bara, ég vil að tónleikar hjá KISS verða alltaf spilaðar á sunnudögum í ríkisútvarpinu. Já, heldur neitt. Og Góð hugmynd, ég bara þú sagði þetta. Já, ekki ég. Ég þá að koma, veistu Óskar, það er bara ógeðslega aðsannlega,
Nei, ég segi það ekkert sko. Þú bara ferð hérna á ræðustólinn og segir hérna Kiss tónleikar alla sunnudaga í Ríkisútvarpinu. Já. Og þá fer það í svona kostningaferli og annarkvort já, nei kannski og svo ef það sé ekki nægilegur meirhluti sem segir já og þá kannski fer ég og kem með rök á móti og segi til dæmis það er ekkert allir sem fíla Kiss. Já, bara Og frekar vil ég hafa sálma Já, þú meinar og þá er Hvernig kosið sálma? svona biblíusálma. Já, merkjað Sko, þá myndi ég komið þá tillögu að þeir sem að hafa ekki mikið áhuga á Kiss þeir megin bara fara til Færeyja. Þetta er bara ég er að útskýra fyrir hvernig alþingi virkar. Já, nú er ég bara komin inn í þessar pælingar sko. Þetta er bara hinn versta hugmynd, Óskar. Þetta er glatað. Önnur hugmynd stofna einræði. Já, viltu frekar að hafa einræði heldur lýðræði? Ég bara Já, nei, samt ekki, alls ekki. Væru til bara að einhver einn dúddi bara hér er dúddi hann væri bara, ég ræð öllu, ég vill pulsur á sunnudögum, allir þurfa bara pulsur á sunnudögum og þá er bara, já herra, allt í lagi og ég vill að allir fagni mér þegar ég fer í sokka, já herra og það kemur útvarpinu í Ríkisútvarpinu og dúddi fór í sokka, allir bara yes. Vel gert. Nei, það væri held ég ekki sniðut og það er náttúrulega á nokkrum stöðum í heiminum eins og Norður-Kóreu og það er ekkert sniðut sko. Nei, Það fer bara í vesen. það er bara vesen. En gullstitt á Óskari, ég meina, Hver hvernig ekki vilja það? En það er náttúrulega, það getur virkað. Hefur það einhvers stað virkað? Já, það náttúrulega voru keisarar í gamla dag og þetta kerfi, kongar og keisarar, þetta virkaði alveg þó nokkuð, en það var alltaf svo mikil svona Valdakerfi. valda hierarkía. Já. Þannig að náttúrulega efsti var bara valdamesti og neðsti bara 0 og nix. Já. Og lýðræði eru allir geta verið menn. Já. Bara þó að þú sért úkslega flottur gæi og ég er úkslega ljótur og leiðileg gæi. Nei, hvað minnur? Nei, bara ég er að segja Óskar og ég hef samt jafn mikið vægi og þú færð ekki 2 atkvæði af því þú ert betri en ég, skilurðu. Við fáum báðir 1 atkvæði til að velja um flokk. Algjörlega. En aftur á móti var ég til í fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur. Já, ég er alveg samlega því. Leyfa þjóðinni, eða þú veist, ég meina við erum að lýsa saman, skilur. Já, en við þessna kjósu sko, að því að við höfum ekki alltaf tíma til að fylgjast með alþingi, hvað þeir eru að bardúsa hana. Þá erum við með fulltrúa þessa flokka sem við höfum kosið á þing til að taka þessi ákvarðanir fyrir okkur. Já, ég skil. En aftur á móti koma upp málefni sem við kannski viljum segjum að það er málefni hérna. Við erum búin að tala um 5G alveg í 20 lotur búið að fara fram og tilbaka alltaf kosið upp á nýtt og engin niðurstaða. Já. Þá finnst mér að það ætti bara að fara á þjóðina, bara ákveða viljum við 5G eða ekki. Algjörlega. Þeir sem er að fylgjast með bara kemur upp með MBL bara bleið svona 5G svona og þá bara ferða á Ísland.is og velur já eða nei. Já. Algjörlega, mér finnst þetta að vera hannig. En já, Það er bara svo leiðis. Varst þú eitthvað búin að undirbúa eitthvað fyrir þáttinn, Óskar? Hefðu tekið upp setna, þá mögulega. En við bara tókum skyndi ákvörðun í dag að taka bara upp í dag. Og ég veit ekki hversu mikið ég get uppbyttað mikið fyrir pólitík því að eins og flesti vita þá veit Óskar mjög lítið um pólitík. Já, ég veit líka alveg ekkert mikið, en það er við bara, sko, við erum að setja þetta á, hvað á maður að segja? Við erum alltaf vefinn. Nei, við erum að setja þetta á mest svona 0 punkt ever. Það fólk er að hlusta á okkur er bara, þeir veit ekki neitt. Nei. Það er alveg örugglega hárrétt, ég veit ekki neitt um pólitík. Hver er forsætisráðherra í dag? Katrín Möller. Nei. Katrín Jag. Ó, guð. Er það? Er það í alveg? Forsætisráðherra, já. Vá, man, ég var bara að segja Davíð Oddsson. Nei. Hann Benedict Cumberbatch. Já, hann. Nei, hvað heitir hann? Bjarni Ben. Sem að Hann er fjármálaráðherra.
Já, alveg, er Bjarni Ben hann Hann segir peningana. er hann rauðhærðingurinn? Nei. Nei. Ha? það er forseti alþingis Steingrímur Jóð. Nei, hann er gamall. Já. Ég man eftir honum úr Spaugstofunni. Það kynnti sér minni pólitík. Það er bara svoleiðis. Maður því að spyrja pappa þinn, hver er þetta? Þetta er Steingrímur Jóð. Já, ok. Þannig að við veitum öll að Örn Árnason var alveg tíma bara Davíð Oddsson. Já. Hann er Davíð Oddsson í dag, skilur. Það er svo þægilegt eða svo fyrir Davíð Oddsson að hann er bara með tvífara sem getur bara leist hann af í svona leiðinda vesenni. Já, ringi bara í Örn Árnason og setja bara- það í krullu hárkortu bara- og... Örn, bara getur komið og aðstofa mig hérna en hann ekki að fara á fund bara já, ekkert mál, bara þetta gerir 10 skall. Takk fyrir Örn minn, þú veist hvað það segja. Svo væri hann bara blí Blíb, dób. Já, og það væri bara búið. En ég reið það ekki einn. Gæinn sem að fór í viðtal svo bara, já, þú átt hérna eitthvað svindlara fyrirtæki og hann bara, hvað er þetta að tala um? Já. Eitthvað og svo sprakka hann leit sér hverfa. Ertu að tala Sigmundur Davíð. Sigmundur Davíð, já. Var hann ekki fórseti? Hann er ekki rauðherður, Nei, hann svona hann er ljósherður. Já, Hann var einu sinni fórsetisráðherra, já. það er ekki. Jú, það er langt síðan. Er það hann síðan? Kom Já. svo Sigga Kling eftir á. Já, hætt að fikta minna hring. Já, sorry. Já, Sigga Kling kom síðan eftir og er núna fórsetisráðherra Íslands. Það er klikkað. Það er svolítið klikka. En En hvernig finnst þér forseta Íslands? Guðna, Já, mér finnst hann æðislegu maður. já, Ég er svo sem aftur þá fylgist ég ekki mikið með, en það sem hann hefur gert er bara gott, eins og ég man þegar hann fór í mislitaða soka. já. Mér finnst það mega töff. Og svo þegar hann fór í Iceland Got Talent. Já. Já, nákvæmlega, þegar hann var að hoppa í polla. Já, þegar hann tók hann gítarsólóið Já, í pollinum. í pollinum og söng síðan Dirndi. Já. Það var nú æðislegt. Það var Bubbi var mjög ánægð með það. Er það ekki? Já, Jú. ég man eftir Bubba maður. Ég mannaði mitt eftir Bubba líka. Þannig að gæði með hárið. Já, hann sem söng Dirndi líka. Hann sandi dyrindi. Hann sandi Dirndi með öðru auganu. Já, hann var ekkert að nota eirað, hann bara notaði augun. Hann notaði bara annað augað. Já, Hann bara Dirndi og allir bara, þetta meikar fullkomun sens. Nákvæmlega. Já, forseti Íslands. Já, hann mér finnst hann verið að gera góða hluti, eins og þegar hann var að tala við Pútín í fyrra. Hitt í fyrra. Já, pældu samt í því að þú ert bara einhver dúddi Frá Íslandi. frá Íslandi. Var hann ekki einhver sveitakall bara áður en hann var Hann var fórseti? kennari í Háskóla Íslands. Já, Ég held að hann var flottur velmenntar gæi og já, kann sitt shit. mitt. Og núna er hann bara talaði Pútín og eitthvað sem bara ræður miklu meira en hann. Já, maður minnir að maður hafi séð það og heyrt það, þú veist, bara hann var mjög stressar að vera í hliðina á hann. Ég veistu, ég myndi ef að Pútín, þetta er maður sem getur bara látið drepa þig. Já, Bara það er sunnudag og það bara búið. og bara hvað var um Guðna? Bara, já, hann fór til Rússland síðustu þessi, já, tölum ekki meira það. Þetta er eins og þegar hann komið. Pútín getur bara Ísland bara Já, bara hann geti gert það núna bara. já, Ég gleym ekki þegar hann var eitthvað að tala um Guðni var eitthvað að tala um að þú veist við værum ekki með neitt hér eða eitthvað þeir væri með miklu betra fótbollalið en þeir og hann var eitthvað svona svo bara, hann bara svona fröysi frá hann og svo bara, sorry sko, já ég myndi ekkert þora að grínast í Pútín. Nei, hann Maðurinn hefur verið á byrni, bara bera ofan bara ekki svo hestur en svona hljóma byrnir eru svona sko. já. Og veist, Pútín og forseti Bandaríkjanna bara Putin er greif. já, þetta er svo mikið sko alheimspólitík. Já, ef að fá þetta það endilega, förum í það. Já. Það er skrítið dæmi. Með hverjum heldur þú? akkurat núna. Já. Er eitthvað góður og eitthvað vandukall?
Mér finnst þessi Biden gæi bara, hann er gamall og hann er perri, en ég meina, er hann ekki bara Okkur perri. er hann ekki eitthvað rosalega hrifinn af krökkum? Hver hefur sagt það? Það er bara skrítin vídeo, Já, eins og gíra hvað vídeo já, hvað... Nei, ég veit ekkert um það. Ég þekki Jordan Mikael ekkert mikil. Jordan Mikael, já, hann var stundum að spila hérna fótbolta. Já, hann var þekktur fyrir það. Þannig að í gamla daga þegar hann var að leika sér á harmonikunum líka. og Hann var alltaf að spila á harmonikum meðan hann var í fótbolta. Já. Það var bara dítiridú. Já, hann var settur á bekki nefndilega. Já. Hann var svona, hefur ekki heyrt hérna, svona, alltaf var svona lög í íþróttum svona, Já. eitthvað, biblidub, einhver skorar, hann var með það á nikkunni. Hann gerði Já. það frægt. Nákvæmlega, þú veist, þetta er náttúrulega bara þekkt þessu lögin, sko. Já, hár rétt. Ég þekki voða lítið svona útlenska pólitík. Nei, ég hef bara heyrt að Gene Simmons langar að vera fósett einhvern tímann. Já, Ég einhvern veginn held, sko, ég finnst ekki góð hugmynd, en ég held samt að það væri alveg betri hugmynd heldur en herra Trump allavega. já, mögulega. En ég bara pældi því samt bara álægð. Þú ert bara gæinn. Þú ert gæinn. Ef þú ert fósett í Bandaríkin, ertu þá ekki bara gæinn? Þú ert bara gæinn. Já. Þá, þú veist, sko, þá fyrir fólk með vandamál til hans og hann leysir þau. Og það bara er gert, skilur við. Já. Þegar fólk fyrir með vandamál til okkar, við leysum þau. Hann má ákveða hvort það fylgir því eða ekki. Þú veist, við leystum vandamálið, ég veit ekki þessu gott eða ekki. Nei, nákvæmlega. En það bara, við erum bara að lenda hérna. Það var hérna bara bílslýs fyrir utan. Hvað ætlar að gera Michael Houghton? Og hann bara laga það og það bara kemur einhver bara annar sem er móti, bara það er heimskulegt og hann er bara jarðaður. Já, nákvæmlega, það er bara svoleiðis. Og svo getur það verið svo Putin þar sem allir eru hrættir. Já, það eru bara allir hræddir við hann, eða ekki? Ég held að bara þorir enginn að vera bara vondikallina móti honum. Mér finnst hann alltaf eitthvað svo ljúfur í framan einhvern veginn, hann er bara svo stiltur. Já, reyndar er mest skeri fólkið sem er meitt svona vinalegt og rólegt, sko. Hann getur bara sagt 2 orð, þú ert bara dur. Það er bara svoleiðis. Það er heldur bara þannig. Já, hann allan að þegar hann er að tekur ákvarðanir þá gerast þær. Nákvæmlega. Svo. Sko fjölmiðlarnir, við vitum og lítið Rússland. Já. Það er ekkert, bara, ég les fréttir eins og það heyrist. Bara ég veit ógeðslega mikið fréttir. Þú ert fréttamaður. Ég er fréttamaður. Já. Ég les miðlana. Algjörlega. DVF eða? Allan daginn. Já. Bara DVF. Það er eina sem make a sense. Já. Vegan á Instagram, það er eina sem ég les. Það er bara besta fréttaefni sem ég veit um. Trúi því. Ég bara trúi því. Já. Og þar sé ég volítið af Putin. Er það? Já. Magnað. Hann er ekkert mikið á Vegan á Instagram. Ég hef ekki trúið það, sko. Er Vegan á Instagram eða? Já. Ég þarf bara að followa það, maður. Já. Vegan, hann að tímaritið, það var eins og séu að heyrt. Já. Danska Se og Hör. Já. Það var slúður tímaritt. Man eftir góða stundir. Góða stundir. Man eftir alls konar bara sköndulum sem gerist með Nákvæmlega. Eitt og Sveppa þegar þeir fóru að kissast og... Já. Og þegar Sveppi hélt fram í auðvitað. Já, ég man eftir því, það var rosalegt. skandall. Það var svakalegt, sko. Svo bara fóru þeir í podcast og... Og var með hana Ólaf Darra. Já, nákvæmlega. Já. Sem fætti þig síðan. Já, nákvæmlega. Með honum hana hinum. Með auðvitað. Þegar ég ætla bara að segja þetta, enda þetta hérna í bili. Já, er það ekki? Þeir eru komið lengur leið á þessu. Hæ. Þú ert að hlusta á 2 loðna. Það eru við. Ég veit ekki okkur voru að gera þetta. En ég ætla bara að segja takk fyrir mig. Takk fyrir okkur. Og þetta er búið að vera erfiður þáttur. Þetta er búið að vera svolítið erfitt. En í næsta þætti, hvað ætlum við að tala um þá? Í næsta þætti ætlum við að tala um gefið mig sekundu. Við ætlum að tala um Fyrir ekki afsakið hlýja. megrun. Við ætlum að tala um megrun, við ætlum að tala um fegurð
Við ætlum að tala um, Við ætlum að tala um svona, já, megrun, fegrunar aðferðir. já, algjörlega. Já, algjörlega. Og þar fyrir við yfir bestu fegrunar aðferðir síðar Mhm. og þar sem við munum tala um fegrunar aðferðir. Og ef hefur ykkur skoðun á því hvað er langar að segja um megranir, lítalækna og fleira og lækna mistök, jafnvel, Já. þá getur haft sambandi í 792-2025 og skilja eftir skilabóð þessi málefni og Nákvæmlega. við munum hlusta og tala. Og ég meina, jafnvel má fólk bara senda okkur skilaboð á Messenger eða Já, whatever, sko. endilega, bara senda okkur skilabóð á Messenger, TikTok, einhvern veginn, bara hvar sem er. Já. Breitur, við tökum á móti þeim líka. Nákvæmlega, bara verið með. Vera með, Það er algjör snill, sko. bara takk fyrir mig. Takk fyrir okkur og Instagram, Facebook, TikTok. Talól. Já. Auf Wiedersehen.